Hún mjútuð. Excellent. Amen. Vil maður syngja hérna bara, gefa Guði nokkra mínútur í lofgjörð. Endilega syngi með, textin hérna upp á. Takk Jesús, heilagur ertu. Helgist þín nafn, drottinn Jesús. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Hey, Lord Jesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Sing, sing. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. If my life laid down, surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. If my life laid down, surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Jesus. All my life you have been faithful, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. Tack Jesus, hela Jesus. All my life you have been faithful.
God Almighty reigns. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Heilagur ertu, Jesús. Helgist þitt nafn, Drottinn. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Þú ert heilagur, Drottinn. Helgist þitt nafn, Drottinn. Þú ert heilagur. Þú ert heilagur, Jesús. Heilagur. Heilagur, Drottinn. Thousand generation falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb, and all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers
positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creations cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. Tack Jesus. And if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy. All creations cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all, and the angels in the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creations cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You'll always be. Holy, holy forever. Heilagur ertu eilífur Drottinn, helgist þitt nafn. Við ætlum að syngja eitt lag í viðbót, halleluja. Heilagur Drottinn, ég lofa þitt nafn, Drottinn. Þú ert verðugur þess alls, Drottinn. Þú ert verðugur, Drottinn minn. Alltaf, alla daga, Drottinn minn. Takk fyrir að fá að lofa þig í kvöld. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb.
You worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the Helgisteinn, þú verður drottinn Jesús. Við lofsyngjum nafn þitt. Takk Jesús. Helgisteinn nafn Jesús. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. You worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah, syngjum Benjamin. You worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You worthy of it all. You worthy of it all. Takk Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Helgisteinn nafn, halleluja. Takk Jesus. Halleluja. Og allir liðinni sagði. Takk, Jesús. Þetta er búið að vera magnaði tími hérna hjá okkur. Ég er bara búin að missa röddina. Ég var bara hérna í lofgjörð. Dísi Guði. Og ég vil bara þakka Guði fyrir það sem hann hefur verið að gera hérna á meðal okkar. Magnaði tími í gær, magnað á sunnudaginn, virkilega blessað. Og ég var að ræða við þau hérna í bílnum á leiðinni hingað. Hvað það er sérstakt, hvernig maður tengist sömu fólki einhvern veginn náttúrulega. Ég held að við höfum verið höggvin á svipum stað í eilíðinni sem var. Veist, við erum einhvern veginn, það er eitthvað tenging. Og mér langar bara til þess að við rísum á fætur og við byggjum drottinn að í áframhaldandi að blessa þessa stund og vera með okkur. Og líka bara blessa þau. Mér finnst þau yndisleg. Ég er þakklátt fyrir þessa tengingu og ég veit að þessi tenging er af Guði fædd. Ég bara virkilega veit að þetta er tenging af Guði fædd. Og ég veit að þegar Guð tengir saman þá er alltaf til þess að víkka út tjaldtala ríkis hans. Og hvað er hann að gera núna? Hann er að gefa okkur tæki og tól til þess að taka ný landsvæði, ekki satt. Þannig að það sem að mér langar til þess að biðja bara drottinu akkurat núna er að það sem að við höfum fengið að heyra grópist í hjart okkar. Og ekki bara það, heldur beri mikinn ávöxt.
Og ég vil bara biðja fyrir því og ég vil bara biðja fyrir þeim. Þannig að þið tilbúin að biðja með mér, lyfta upp nafni Drottins hér í dag og bara þakka honum. Drottin, ég bara þakka þér, Jesús. Ég þakka þér fyrir trúfest þín og náð, Jesús. Ég þakka þér fyrir það að þú kemur aldrei og seint, Jesús. Ég elska þig og við veljum þig, Drottin, og við viljum, Jesús, sjá tjaldherla ríkis þíns, Drottin minn, víkka út, Drottin, hérna á Íslandi, Drottin. Megi Ísland vinnast fyrir Krist, halleluja. Og Drottin, ég bið Jesús fyrir okkur öllum, Drottin, að það sem við heyrum, að það verði ekki bara eitthvað sem við vitum, heldur það sem við framkvæmum. Því að trúin er dauð án verka. Og Drottin, ég biði fyrir hjónunum, þessu elskulegu hjónum. Ég biði Drottin að blessa þau. Ég biði að víkka út tjaldtala Guðsríkisins í kringum þau. Ég biði að blessa þau fjárhagslega. Ég biði að blessa þau tengingarlega séð. Ég biði að blessa bara fjölskyldurnar, fjölskyldu þeirra og allt sem þau snerta. Og við biðjum í Jesú nafni og ég bið fyrir Brat hér í kvöld og Hilmari þegar hann predikar orðið. Drottin, gefðu þeim orðamæla, gefðu Brat orðamæla og hjálpað okkur að taka við í orði. Í Jesú heila nafni og allir liðurinn sagði. Amen. Brat and Hilmar, please come up and take over. Hallelujah. Thank you. Thank you for everything. I love this church. You guys are like family to me now, and it's been very good to be here. You treat us like royalty, more than family, and so you're getting some. You don't ask the power company to come. You turn on the switch. That's what I said yesterday. There we go. There we go. Thank you, Jesus. Takk, Jesus. Well, thank you, Father. And so good to be back here. And thank you for how you treat us. You treat us like royalty. Takk fyrir bara gesturinn ykkar, þið komið fram við ykkur eins og við séum eitthvað konungsfólk. I'm almost like, I'm so humbled just by this man and by your family and your church family. I'm so humbled how you treat us. Ég bara svo auðmjúkur hvernig þið hafi komið fram við okkur og verið svo gesturinn við okkur. It's a breath of fresh air, I tell you, not just because it's Iceland. Og þetta ferskur blær, ekki bara því að þetta Ísland. Because there are some places where, people don't think of, how to even pick you up for church, Og þetta ekkert, sumstaðar þá bara veit ekki fólk einu sinni hvernig það var ná í þig til þess að fara á samkomun og annað. Yeah, and so as a preacher of the gospel, I can't just do whatever I want. Sem predikari fagnaðarins þá get ég ekki bara gert hvað sem mér sýnist. And I had mentioned that I wanted to do a part 2 to what I shared on Sunday. Og ég hafði talað að mér langaði að gera svona seinni hlutana því sem að ég predikaði á sunnudaginn. But I'm not going to do that. En ég ætla ekki að gera það. That was what I wanted to do. Það var það sem mér langaði að gera. But as I spent some time in the Word of God, spent some time looking over, some scriptures and some different things, I settled on what I'm going to share tonight about nations. Og eftir að hafa dvalið bara í orðinu og átt tíma með Guði, þá fannst mér lagt á hjarta mitt að deila með ykkur það sem fjallar þjóðirnar. And let me just give you some context. Og leyfðu mér að setja þetta aðeins í samhengi. I've shared the story before about how I found my way here to Iceland. My connection with Humi is very powerful work of God. Ég hef deilt með ykkur sögunni hvernig ég álpaðist hingað til Íslands og tenginguna á milli okkar. And so then, this kind of prophetic setup, and I showed up here last fall. Og þetta var svona spámanlega uppsett og síðan birtist ég hérna síðastliðið haust. So the whole time I was here, I was kind of asking God, like you set this up, so what are you wanting to do? Guð, það þú sem hefur sett þetta, stilt þessu upp, og hvað viltu gera? Can I just remind people that about the prophecy, how long Sure. ago it is? Yeah, sure. So you realize Yeah. the setup. Þess að spádómurinn, það sem að nafnið hans kom fram, það frá 1990. How long ago?
It's in 1990s. Oh my gosh. And so, and equally, it was probably in the 1990s that I was carrying Iceland in my heart. Og á sama hátt að þá er sennilega frá 1990 þá er ég berandi Ísland í brjósti mér. So then when I get here, I'm asking God, you set this up. What do you want to do? Og ég bara sagði Guð, ég meina þú stiltir þessu algjörlega upp. Hvað vilt þú gera? And I'm just sort of watching and listening, and it didn't hit me till the last night I was here, pretty much. Og ég var svona vakandi og hlusta og leita Guðs og það eiginlega hitti mig ekki svona alveg í hjartastað fyrir svona síðasta kvöldi. And we were sitting in Pastor Siva and Ali's home and having a meal and talking after the meal. Og við áttum hérna spjall og við kvöldveraborð heima hjá Pastor Sip og Alla og voru bara að spjalla saman. And so Callum was there and Hannah Lee was there. Callum var þarna og Hannah Lee. And my good friend Himi and Nanita were there. Og Himmi og Nenita voru þarna líka. And I was just listening to the talk as it went around the table. Og ég var bara að hlusta á samræðunar þar sem við voru bara í samræðum svona við borðið. And on 3 separate occasions I heard, I think it was Callum, I think it was you, and I think it was you. Og í þrígang þá heyri ég eiginlega sama hlutin frá öllum mismunandi manneskjum. I heard almost the same thing come out of each of your mouths. Það var nánast sama setningi sem kom úr munni allra. And if you'll remember the moment there last year that it was like my breath was taken away and I covered my face and I was in tears. Og ef þið munið augnablikunni, mér var bara svona kvelt við einhvern veginn og snortinn og ég bara lagði andlit mitt í lóa mína og byrjaði að gráta. Because what I was hearing around the table again and again and again Og það sem ég var að heyra í samræðunum við borðið var aftur og aftur og aftur. was now we believe that we can win our nation to Christ. Núna trúum við að við getum unnið þjóð okkar til Krists. And it's not that I'm, the key or anything. I'm not trying to put myself on a pedestal. Og þetta hefur ekkert með mig að gera. Ég ekkert að reyna að setja mig á eitthvað stall. But I do want to connect every time I go anywhere. I want to connect with my purpose. En hvert sem ég fer, vissulega vil ég tengjast við minn tilgang. And so I have to do what I'm called to do as an evangelist. Þannig ég þarf að gera það sem mér fólkið að gera sem trúboði. I've been working in a local church for more than 35 years in ministry. Ég hef starfað í staðbundinni kirkju meir en 35 ár. So I can preach about a lot of things. Þannig ég get predikað alls konar ýmis málefni. But the greatest value I'll ever give anybody anywhere is when it's related to the call that God put on my life. En það mikilvægasta sem ég get gefið frá mig þegar það tengist köllunni sem Guð setti yfir mitt líf. And so when I heard this about, the cry that you believe you can touch your nation, I was so touched. Og þegar ég heyrði þetta svona hróp hjarta ykkar að við gætum unnið Ísland fyrir Krist, að þá snerti að mig svo djúpt. And so tonight I want to talk to you about nation transformation. Og í kvöld tálkum við að tala umbreytingu þjóðar. It doesn't rhyme nicely in Icelandic like it does in English. Þetta rímar ekki eins fallega á íslensku eins og ensku. Do you believe God is able to reach this nation? Trúið þið að Guð geti náð til þessara þjóðar? And I know when we think of nations, it's such a big task. Og ég veit að þegar við segjum þjóð, þá virðist það vera svo stórt verkefni. It's way, way beyond any of us. Og það nærir raun og vera langt umfram getu okkar allra. But just think of the first disciples that were given the commission to go into all the world. En hugsið bara kristniboðskipinu sem fyrstu lærisveindar fengu að fara út allan heim. They were not world travelers. Þeir voru ekkert vanir að ferðast, sko. Most had not been even out of their tiny little nation of Israel. Og flestir höfðu ekkert farið út fyrir litlu þjóðina sína Ísrael. They were not experts in crossing cultures. Og þeir voru ekki sérfræðingar að blandast öðrum menningar heimum. They didn't have airplanes or internet or cell phones. Enga flugvélar eða internet eða GSM símar. They didn't know the foreign languages of the places where God had called them to go. Og þekkti ekki eins og tungumáli þeirra þjóða sem að Guð hafi kallað til að fara til. And yet with the power of Jesus Christ burning in their hearts, they changed the world. En samt með eld Jesú Krist brennandi í hjarta sínu, þá fóru þeir út og So Jesus Christ came into this world for nation transformation. Þannig Jesús kominn inn að heim til þess að umbreyta þjóðum. I don't know if you're a note taker, but if you're a note taker tonight, I want to give you 7 things.
Og ef þú ert vanur að taka glósur eða þá vil ég gefa þér 7 hluti. We should be done before midnight. Við ættum að No. ná að klára fyrir miðnætti. I will not keep you long. Ég mun ekki halda ykkur mjög lengi. But he calls us to think beyond our own 4 walls. En hann kallar okkur til þess að hugsa út fyrir okkar 4 veggi. He calls us to think about our nation Hann kallar okkur til að hugsa þjóðin okkar. and all of the nations. Og allar þjóðir. I never would have thought growing up in my part of Canada that one day I would be talking to Icelanders about reaching their nation. Ekki datt mér í hug þegar ég var að vaxa úr grasi í mínu litla bæ að ég ætti eftir að standa fyrir framann Íslendinga og uppörfa þá. Here's the cool thing about God. He can send anybody anywhere. En það svala við Guð að hann getur sendt hvert sem er. And so we'll start out with the first of these 7 things is, first of all, we're called to pray. How do we get involved in nation transformation? First of all, pray. Fyrst af öllu þá erum við kölluð til að biðja og þannig það sem að við byrjum gönguna að umbreyta þjóðum. Psalm 2 verse 8, God says, ask of me and I'll give you the nations for your inheritance. Sálmur 2:8 segir, bið þú mig og ég mun gefa þér þjóðirnar að erð og endimörk jarðar að óðali. The ends of the earth for his possession. His heart has always been for the nations of the world. Hjarta Guðs hefur alltaf þráð þjóðirnar. And I believe God's heart is that churches would be places where people from many, many nations gather. Ég held að hjarta Guðs fjallu það að kirkjur séu staður þar sem að fólk frá mismunandi þjóðum getur hist. I started praying for that in my own church in Canada. Ég byrjaði að biðja fyrir nákvæmlega því í kirkjunum minni í Kanada. We had a lot of, you could say maybe European descent people. Mestu leyti erum við svona upprunnum frá Evrópu. And given the part of our city that we're in, we had a lot of North American Indian people. Og síðan voru indjánar frá Norður-Ameríku. And I remember just thinking, that's not enough. It's, God, the world is so much more diverse than this. Og ég var alltaf að hugsa, þetta ekki nóg. Heimurinn er miklu stærri en þetta. And so we prayed. Og þannig að við báðum. And then we had a couple from Iran was coming. Og síðan komu hjól frá Íran. And then we had a couple that's come just recently from Vietnam. Og nýlega komu hjól frá Vietnam. And another couple from India. Og önnur hjón frá Indlandi. Sister Nanita, we have several from the Philippines. Og systir Nenita, það eru nokkrir frá Filippseyjum í kirkjunni. And just recently we had this lady that she's coming from the underground church in China. Og nýlega var kona sem kemur frá neðanjarðarkirkjunni í Kína. She's always walking to the front of church because she loves to worship God. Fremst í flokki og því hún elskar að lofa drottin. And I think Iceland is very similar to Canada in this respect. Og ég held að Ísland svipi til Kanada, hvað var þetta? Is that the nations come to our doorstep. Að þjóðirnar þær koma að þröskuldum okkar. So we're called to pray. Þannig að við erum kölluð til að biðja. We're called to cry out for the nations. Að hrópa eftir þjóðunum. Father, let Smárakirkja be a place that is full of people from many nations. Faðir, láttu Smárakirkju fyllast af fólki frá öllum þjóðabrótum. That people from many nations and languages find their way to this place. Að fólk frá ýmsum þjóðum og tungumálum finni sig velkomið hingað. People from many tribes and tongues and nations. Frá alls konar ættbálkum og þjóðurnum. Worshiping Jesus together. Í Jesú nafni mættu safnast hér saman. Amen. Amen. So here's where I want to go from prayer. Og næsta skref sem ég vil stíga út frá bæninni. I want to paint a picture of nation transformation for you. Að ég vil mála fyrir ykkur mynd hvernig ummyndun þjóða gerist. By showing you a progression of how a nation was reached in the Word of God. Að sýna ykkur hvernig þjóð hvernig nálguðust þjóð út frá orði Guðs. So Samaria was a foreign land to the Jewish people. Samaria var útlend þjóð í augum Ísraelsmanna. The Jewish people weren't exactly friends with the Samaritans. Og gyðingar og samverjar voru ekkert vinir. They worshipped idols. Og samverjar dýrkuðu sín skurðgoð. The Old Testament tells us they had many temples for Baal worship. Alls konar musteri fyrir Baals dýrkun. Not a godly place. Ekki guðlegur staður að kalla. In fact, there's one verse in John's Gospel where they put demon possession and being a Samaritan in the same category. Og einu stað í Jónasar Guðspjalli þá það sett bara í sömu setninguna
að vera skurðgoðadýrkandi og vera fyllt bara andsetin. In John 8:48, the Jews criticized Jesus and said, don't we rightly say that you have a demon and you're a Samaritan? Og hann segir í Jóhannes 8, ekki rétt hjá okkur að þú ert andsetin og þú ert líka samverji. So the Jewish people had their issues with Samaria, Þannig að gyðingarnir, þeir voru alltaf í svona kasti við samverjana. but God loved Samaritans, En Guð elskaði samverjana still does, og gerir enn. and every other race you can think of. Og hvern annan ættbálk sem að þú getur hugsaðir. And so God called these early church believers to start to think beyond themselves. Þannig að Guð kallaði þessa fyrst trúuðu að hugsa langt út fyrir sjálfa sig. He wanted them to think beyond their borders and actually reach the Samaritans. Að hugsa út fyrir landamærin sín og reyna að ná til samverjana. And Jesus set the example for this Og Jesús hann setti fyrirdæmið þetta. by sowing seeds of love and miracles and compassion. Með að sá frækotnum kærleika og miskunnar og umburðarlyndis. The way into nation transformation is one life at a time. Og leiðin til þess að umbreyta þjóð eitt líf í einu. And so if we're ever going to change the world, Þannig ef við ætlum einhvern tíðan að umbreyta heiminum, we have to change how we think about the world. þá þurfum við að breyta því hvernig við hugsum heiminn. So my first point was pray. Og fyrsta atriði var að biðja The second one, change the way you think. og í öðru lagi breyttu því hvernig þú hugsar. Jesus was very strategic about this. Jesús, hann var mjög nákvæmur varðandi þetta. How many of you know the story of the Good Samaritan? Þið þekkið sögunum miskusama samverjan. So Jesus told this story about these religious leaders. They cross over to the other side and don't help a person who's hurting. Jesús, hann segir þessa dæmisögu hvernig þessi trúarleiðtogar, þeir bara löpuðu hinum megin á veginum og sneiddu fram hjá samverjanum. When Jesus is telling this story, who is his audience? Og hver Jesús að segja þessa sögu, hverjir eru áheyrendurnir? He's telling it to Jewish listeners. Hann að ná eyrum gyðingana. Yeah, including some of those religious leaders, but also even his own disciples. Og það voru leiðtogar gyðingana og líka lærisveinar hans. Every one of them Jewish listeners. Einn og sér hver af þessum gyðingu sem voru að hlusta á. And who's the hero in the story? Og hver hetjan í sögunni? The Good Samaritan. Það miskunnsami samverjinn. The Word of God says a certain Samaritan, as he journeyed, came to where the injured man was. Og sagan segir að miskunnsami samverjinn, hann gekk upp á það sem sjúki eða slasaði maðurinn var. And when the Samaritan saw him, he stopped and he had compassion. Og hann stoppaði við og hafði samúð með honum. He went to him and he bandaged him, his wounds, and poured on oil and wine. Hann gerði það sárum hans og smurði hann með smislum og setti vín til þess að. He put him on his animal, took him to a hotel and paid for the hotel. Og hann setti hann upp á asna sinn og fór með hann á hótel og borgaði fyrir hótelið og allt. What do you think was going on in the heads of those Jewish minds when Jesus is talking like this about a Samaritan? Hvað haldið að vera að gerast í hausnum á öllum þessum gyðingum þegar þeir heyrðu þetta? Jesús verið að segja þessu sögu. I'm sure their brains were screaming, no! Ég alveg vissum að heilinniðum hafi verið og öskrunu bara nei! Their head will explode. Að hausinn myndi bara springa við þetta. Because the Samaritan was the hero in the story. Af því að samverjinn var hetjan í sögunni. But what is Jesus doing? En hvað Jesús að gera? He's paving the way for nation transformation. Hann að ryðja farveginn til þess að sjá ummyndun þjóða. He's starting to get the people to think differently about Samaritans. Hann að fá fólki til þess að hugsa öðruvísi samverja. And just in the same way, he's calling you to think differently about some people in your own nation. Og á sama hátt að þá Guð að kalla þig til þess að hugsa öðruvísi ákveðið fólk í þín eigin þjóð. How many of you have ever taken an elastic band and you stretch an elastic band? Hvað mörgingar sem að tekið svona teygju og strekt hana svona út? You know, when you stretch an elastic band, it never returns to its original state. Og ef þú tekur svona teygjuband og strekkir það, þá fer það aldrei í sama horf aftur. I want to stretch your brain tonight. Mér langar aðeins að teygja heilanum í ykkur í kvöld. Stretch your heart tonight. Og aðeins að teygja hjart ykkar í kvöld. So they can't go back to the way it was. Þannig að það geti aldrei farið í sama horf og áður. You know, the Jews called the Samaritans dogs.
Þið vitið að gyðingar þeir kölluðu samveruna hunda. And I'm sure some of them thought that the Samaritans were not even capable of showing compassion. Og ég alveg viss að þeir hafa haldið að þeim væri ófært að sýna einhverja samúð. And yet Jesus wanted their eyes to be opened. En Jesús vildi opna augu þeirra. And even Jesus himself, he had to believe for some breakthroughs in order to reach the Og Samaritans. Jesús sjálfur, hann vissi að hann þurfti að reiða sig á eitthvað gegnubrót til þess að ná til samveruna. I know when I talk about nation transformation, some of you might have a hard time wrapping your brain around this. Ég veit að því ég tala ummyndun heilla þjóða, þá erfitt að ná huganum og heilanum bara utan þetta Because koncept. we often don't think big enough. Stundu þá hugsuðu bara ekki nógu stórt. And so we think, I'm not even capable of reaching a hurting person, let alone a hurting nation. Mér ekki kleift einu svona ná til særðrar manneskju, hvað þá til heillra þjóðar sem liggur í sárum. So I'll say it again, change the way you think. Þá ég segi þetta á endurtek, breyttu því hvernig þú hugsa. God wants to use you. Guð vill nota þig. Let's look at Luke chapter 9, verse 51 to 53. Í Lúkas 9. Luke chapter 9, verse 51. Lúkas 9, 51. And in English, let me read it. I guess we have both. It came to pass when the time had come for Jesus to be received up that he steadfastly set his face to go to Jerusalem. And he sent messengers before his face as they went. They entered a village of the Samaritans to prepare for him. But the Samaritans didn't receive him because his face was set for his journey towards Jerusalem. So 51 to 53. Nú fullnaðist brátt sá tími hann skyldi numin verða. Beindi hann þá augum til Jerúsalem, einráðinn að fara þangað. Og hann lét sendiboða fara á undan sér. Þeir fóru og komu í samveraþorp nokkurt til að búa honum gistingu. En þeir tóku ekki við honum, því hann var á leiðinni til Jerúsalem. So Jesus had his heart set on going to Jerusalem. Þannig að Jesús, hann var búinn að beina augum sínum og hjarta að fara til Jerúsalem. But on his way, he's going through a village of Samaritans and they stopped him. Og á leiðinni þá fer hann í gegnum samveraþorp og þeir stoppuðu hann. Because he was going to Jerusalem and they hated each other so much. Af því að hann var á leiðinni til Jerúsalem og vegna þess að þeir hötuðu hvort annan svo mikið. Do you know that the same thing still exists today? Vitið að það sama á sér stað enn þann dag í dag? That people still hate Israel so much. Að fólk hatar ennþá Ísrael svo mikið. Israel had to change how they deal with you when you enter their nation. Að Ísrael þurfti að breyta því hvernig þeir komu fram við fólk þegar það var að fara inn í landið. I've ministered in a few different Muslim nations. Og ég hef þjónað í nokkrum múslimaþjóðum. And many of them that if you have an Israel stamp in your passport, they would say, nope, you can't come into this nation. Og ef það var steinbill frá Ísrael í vegabréfinu, þá fékkst ekki inngöngu inn í þessa múslimaþjóð. One nation my wife and I have been in several times is Indonesia. 200 million, more than 200 million Muslims. Og ein þjóð sem ég og konu minn höfum heimsótt, Indonesia, við 200 milljónir múslima. And if they see a Israel stamp in the passport, Og ef þeir sjá að steinbill frá Ísrael í vegabréfinu, they'll send you back home. þá bara senda þeir heim aftur. So thankfully Israel's smarter than that. Þannig að lofsi Guð að Ísrael hefur vitkast við þetta. They don't give you a stamp, they give you a ticket. Þeir gefa þér ekki, þeir steinbli ekki vegabréf, þeir gefa þér bara miða. And so you have that ticket inside your passport, and then when you leave, there's no evidence you've been to Israel. Og þú bara geymir hennar miða inn í vegabréfinu og svo þegar þú ferð þá miðinn tekin úr. But come back to the story of Jesus. Og það engin sönnögögn þú hafi verið þar. Förum aftur til Jesú. Even he had a setback going into that Samaritan village. Hann fekk svolítið bakslag eftir að hafa farið þarna. And they wouldn't allow him entrance. Og þeir vildi ekki hleypa honum í gegn. So here's number 3. Og hér í þriðja lagi. It's pray, change the way you think. Það að biðja, breyta hugafarinu. And don't let a temporary closed door stop you. Og ekki láta tímabundnar lokaðar dyr stoppa þig. Because a door that's closed today might not be closed forever. Að dyr sem lokuð í dag, hún ekki lokuð til eilíðar endilega. And that's the way it is with impacting any nation. Og þannig það með því að hafa áhrifin inn í sérhverja þjóð. Any people group.
sérhvert kynþátt. They might not open their hearts to the gospel at Þeir first. kannski opna ekki hjarta sitt fyrir fagnaðarefndinu strax, They might not open their hearts to you or the message you bring. eða opna hjarta þitt fyrir þér eða boðskapnum sem þú berð. But don't give up, En ekki gefast upp. because prayer and sowing seeds are a powerful thing. Þegar bæn og að sá frækotnum mjög öflugt verkfæri. And a closed door at one point in time doesn't mean it's a closed door forever. Og lokuð hurð á ákveðnu tímabili þýðir ekki að hún sé lokuð að eilífu. You know, when Jesus first selected his 12 to be with him, he told his disciples at first not to enter any of the cities of the Samaritans. Og fyrst þegar hann valdi í lærisveinana 12, þá gaf hann þeim skipun að fara ekki til neinna borga af Samaríu. The door wasn't open yet for them to go there. Því dyrnar voru ekki opnar fyrir þá til þess að fara. It says in Matthew 10 and verse 5, Í Mattheus 10 og versi 5, Jesus said, "Don't go into the way of the Gentiles and do not enter a city of the Samaritans, but go rather to the lost sheep of the house of Israel." Matthew 10, verse 5 and 6. þegar hann segir þessa 12 sendi Jesús út og mælti svo fyrir. Haldið ekki til heiðina manna og farið ekki í samverska borg. Farið heldur til týndra sauða af Ísraels ætt. So the initial focus of the 12 was Israel. Þannig að það sem voru einblín á í fyrstu var Ísrael. You have to start somewhere. Þú voru alltaf að byrja einhver staðar. And the lost sheep of the house of Israel was their starting point. Og týndir sauðir af ætt Ísraels var byrjunapunkturinn þeirra. But then after Jesus rose from the dead, he said something different. En eftir að hann var upprisin frá dauðum, þá tók öðru sér til máls. He said in Acts chapter 1 and verse 8, Í Postulasögunni 1:8. "You'll receive power when the Holy Spirit comes upon you. Þið mun öðlast kraft þegar heilagur andi kemur yfir yður. And you'll be my witnesses in Jerusalem and Judea and Samaria." Og þið verið And the ends of the vopnar earth. mínir í Jerúsalem, Júdeu og Samaríu. So the starting point is always your own backyard. Og upphafspunkturinn alltaf þinn eigin bakarður. The starting point's always actually your family, Og yfirleitt það bara fjölskyldaðinn, and then your city, your place, your neighborhood. borgiðinn eða hverfið þitt. And then whenever God calls you to the ends of the earth. Og hvert sem að Guð kallar þið til endimarka jarðar. So here's the fourth point already. Og hér fjórði punkturinn. Start right where you are. Byrjaðu þar sem þú ert. Where does nation transformation start? Hvar byrjar ummyndun þjóða? Right here. Akkurat hérna. God starts it right here. Guð byrjar nákvæmlega hérna. And if you don't do it here, Ef þú gerir ekki hérna, why would God send you somewhere else? og því ætti Guð að senda þér eitthvað annað. I have preachers that come to me because I'll do evangelist gatherings wherever I go around the world. Og ég hef predikara sem koma að tala við mig því ég að halda predika út allan heim. And so I'll have young evangelists come up to me and say, "Man of God, I would love to have a calling like you where I go to all these nations." Og ég segi, þeir koma til þess að þú Guðsmaður, ég vildi hafa svona köllun eins og þú og fara út allan heim. So I'll ask them, "Are you reaching your own nation?" Og ég spyr þá, ert að ná til þína eigin þjóðar? Well, not really. Nei, ekki alveg. Then why would God send you somewhere else? Akkur ætti Guð að senda þig eitthvað annað. My calling is first and foremost to my own city. Köllun mínar fyrst og fremst til borgar minnar. Well, even just to even back it up a little bit, my calling first and foremost is to have a relationship with God. Köllun mín í raun og veru fyrst og fremst að eiga samfélag við Guð. And then my calling is to have a good marriage with this beautiful woman. Og síðan að eiga gott hjónaband með þessari fallegu konu. And then to my kids. Og til barna minna. And then my calling. Og síðan köllun mín. Amen? Amen. And so we start right where we are. Þannig að við byrjum þar sem við erum. You know, you could touch another person's life if you're visiting somewhere for tourism or business. Þú getur snert við ykkur það sem þú ert kannski að ferðast eða í viðskiptaferð. You could touch nations right here without even leaving the nation. Þú getur snert við þjóðum á þess að fara burt úr þjóðinni. I think of someone like who's in a line of work like Caleb is. Eins og einhver sem er á starfsviði eins og Callum er. Or Nanita. Eða Nenita. Because you're crossing paths with people from other nations probably every single day. Því að þið eru alltaf að
blanda götum við fólk sem að ferðast frá öðrum þjóðum. Is that the case for any more of you? Það einhverju fleiri sem að þetta satt That you're connecting with people from other places beyond Iceland every day? Að þú ert að umgangast fólk frá öðrum þjóðum á sérhverjum degi. You know, the nations come to your doorstep. Því að þjóðirnar, þær koma að dyrum þín. And you can impact a life and then they go back to their own nation. Og þú getur snert við lífi og þeir fara aftur til sinna þjóðar. They bring Jesus with them. Og þeir færa Jesú með sér. There's no telling what God could do. Það aldrei að vita hvað Guð gerir. You know, in our country, there was a lady visiting for study from China. Það var kona í kirkjun okkar sem var við nám frá Kína. So she had a master's degree. I think she was going for a PhD in mathematics. Og hún var með meistaragráðu og var að ná sér í doktorsgráðu í stærðfræði. And she had to leave her little boy back in Beijing, China, and she's studying in my city in Canada. Og hún þurfti að skilja son sinn eftir í Beijing í Kína og hún við nám í borginni minni. So she missed her little boy a lot while she's in Canada. Og hún saknaði drengsin sín svo mikið þegar hún var í Kanada. And she befriended some friends of ours Og henni var vinnveitt við nokkra vinum okkar who had some young children. sem áttu lítil börn. And we were having a New Year's Eve party at our house one year. Og við vorum með svona nýjársfagnað eitt árið. And so we had a bunch of people come over, Þannig að kom fullt af fólki í heimsókn and the adults were all upstairs, og allt fullorðna fólki var uppi and the children were all og downstairs. börnin voru niðri. And this lady from China, she was downstairs with the children. Og konan frá Kína, hún vildi bara vera með krökkunum niðri. Not in a weird, creepy way, Ekki á neitt undarlegan hátt. but she just missed her children. Hún bara saknaði barna sinna. And so her name was Zhu Wei. Og hún hét Xu Wei. And so we kind of forgot about her. She's an adult at our New Year's Eve party, but she's down with the kids. Við gleymdum alveg hvar hún væri, en hún var bara þarna niður að leika við krakkana. And then our daughter comes running up the stairs. Og síðan kemur dóttir okkar hlaupandi upp stigann. She was about 10 years old. Hún var 10 ára gömul. And her friend was about 8 years old. Og vinurinn var cirka 8 ára. And she comes running up to where the adults are in the party. She says, Daddy, we need a Bible. We need a Bible. Og hún kemur hlaupandi upp og segir, Pappi, við þurfum biblíu. We need to give a Bible to Zhu Wei because we just led her to Jesus. Og við þurfum að gefa henni biblíu, henni Xu Wei, því að við vorum bara að leiða hana til drottins. So a 10-year-old girl and an 8-year-old girl led a PhD candidate to Jesus. Þannig að 10 ára stelpa og 8 ára vinkonunnar, þau vitnuðu fyrir Xu Wei og leiddu hana til Jesú. God can use anybody to reach anybody. Guð getur nota hvert sem til þess að ná til hvers sem He can send anyone anywhere. Hann getur sett hvert sem hvert sem You know, I was preaching in Indonesia one time, Ég var að predika í Indónesíu eitt skipti. and I called a bunch of children forward. I said, let me pray for everybody under the age of 12 and under, I think it was. Og ég bað að fá að biðja fyrir öllum sem voru undir 12 ára aldri. So about 40 or 50 kids came, and we prayed for them, and I never saw anything spectacular. Og ég bað fyrir eitthvað 40-50 krökkum og ég sá ekkert merkilegt gerast. I just prayed for the kids, and then Bara bað we fyrir went home. Og fór síðan heim. And then I came back to that part of Indonesia 2 years later, Og 2 árum síðan þá kom ég akkurat á sama stað aftur. the island of Papua, Það var eyjan Papua, so just north of Australia. svona norður af Ástralíu. And when I came back to that church, Þegar ég kom aftur og heimsótti þessa kirkju the lady pastor, she came to me. og konan sem var pastor, hún kemur til mín. She said, did you hear what happened to one of those girls you prayed for? Vissirðu hvað gerðist fyrir einn af þessu stelpum sem þú bast fyrir? I said, no, like, tell me. Nei, segðu mér. She said, we had a little girl named Lala. Já, það var lítið stúlka sem hét Lala And Lala had a very intense vision of Jesus. og hún fekk þessa mögnuðu sýn af Jesú. She said after you prayed, she saw heaven, she saw hell. Og eftir að hún baðst fyrir henni þá sá hún himnaríki og helvíti. It was so graphic. Og þetta var svo tákrænt It's so lined up with the Word of God og þetta var alveg í takt við orð Guðs. that our pastor got her to share what she saw from the pulpit in their church. Og pastorinn lét hana deila sýninni með kirkjunni. When she talked about heaven and hell and what she saw, Og þegar hún talaði himnaríki og helvíti það sem hún sá í sýninni. people in the church got so convicted of their sins, some fell out of their chairs and fell on their faces to repent and turn to Jesus. Þannig að fólk var svo snortið og var svo
var svo sakbitið af synd að það dappar úr stólunum sínum og vildi iðrast. And so they took her to another church, Og þau fóru með hann í aðra kirkju and another church, og aðra kirkju and another church. og aðra kirkju til. And so she's 9 years old when this starts. Og hún 9 ára gömul þegar þetta byrja. So she would have been 10 or 11 when I returned. Það nú svona 10-11 ára þegar ég sneri heimsóttu aftur. And they told me that she has now been to 12 cities in Indonesia. Og hún var búin að heimsækja 12 borgir í Indonésiu. And over 4,000 people had been water baptized from the ministry of this little Og girl. yfir 4.000 manns hafa tekið niðurþingaskýrt bara fyrir þjónustu þessar ungu stúlkur. See, God can do big things Þegar sjá að Guð getur gert magnaða hluti with little people. með litla fólkinu. Or maybe even me, a little person. Eða bara jafnvel mér, litlu manneskinu. Because I know we feel like that sometimes. Ég veit að okkur líður stundu svoleiðis. Say, who's this crazy Canadian talking about nation transformation? Hver er þessi klikkaði Kanadamaður sem að tala að umbylta heilu þjóðunum? But God uses people. En Guð, hann gefur okkur fólk. And we need to be people who are not ashamed of the gospel of Jesus Og við Christ. þurfum að vera fólk sem að fyrirverðum okkur ekki, að skömmustum okkur ekki fyrir fagnaðarerindi. Let's go a little further. Við skulum fara aðeins lengra. You know, Luke chapter 17, verse 11 and 12. Í Lúkas 17, 11 og 12. Jesus did not limit his love to just the Jewish people. Jesús hann takmarkaði ekki kærleika sem bara til gyðinga. He didn't limit his miracles just to Israel. Hann takmarkaði ekki bara kraftaverk, eða gerði bara kraftaverk fyrir Ísrael. He touched the lives of anybody who would believe his message. Hann snarti lífi sérhver sem trúði boðskap hans. So look at Luke 17, verse 11. Og við skulum kíkja á Lúkasa Guðspjall 17, 11. Now it happened as he went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria and Galilee. Svo bar við á ferð hans til Jerúsalem að leið hans lá á mörkum Samaríu og Galilíu. And as he entered a certain village, there met him 10 men who were lepers who stood afar off. Og hann kom inn í þorp nokkurt, mættu honum 10 menn líkþráir og þeir stóðu álengdar. So do you notice how the walls are slowly coming down? Þið sjáu hvernig veggirnir eru svona hægt og sígandi að hrynja. At one point, Jesus is not allowed to go into Samaria. Á einu tímamótum þá honum ekki heimilt að fara inn í Samaríu. Now he's able to pass through Samaria. Núna má hann fara í gegnum Samaríu. Because I think he's doing what my point number 1 was. Ég held hann hafi verið að gera það sem að fyrsta atriðið var. I think he was praying for the Ég held Samaritans. hann hafi verið að biðja fyrir Samaríumönnum. And he was setting an example for us of how to change a nation. Og hann var að setja fyrirdæmi fyrir okkur, hvernig á að umbylta þjóð. And now those walls are going down. Og nú eru múrarnir að falla. But even with Jesus passing through, the Samaritans are still not sure. En þrátt fyrir hann að fara þarna í gegn, að þá eru Samaríumenn ekki alveg vissir. I think they were kind of like those lepers. They're still standing at a distance from him. Þeir eru svona eins og þessir holdsöku, þeir svona standa í fjarlæg frá honum. So here's my number 5 already. Og punktur nummer 5, We have to go to them. við þurfum að fara til þeirra. So we start out with pray. Þannig að við byrjum á því með að biðja, Change the way you think. að breyta hugsunum okkar, Don't let the temporary closed door stop you. ekki láta tímabundna dýr stöppa á þig, Start right where you are. byrjaðu þar sem þú ert. And here we have to go to them, number 5. Og við þurfum að fara til þeirra, nummer 5. Because there will always be people who stand afar off Því from það Jesus. alltaf fólk sem stendur svona til hliðar. They think the gospel's not for me. I'm okay. Og þeir halda svona, já, fagnar þetta ekki alveg fyrir mig. And some may not, live their lives very far away from the things of God. Sumir lífa mjög fjarri frá það sem Guð vill gera. They may not know anything about the gospel. Þau vita kannski ekki neitt fagnaðarerindi. If they face troubles in their lives, they don't know who to turn to. Og þau vita ekki hvert þeir að snúa sig þegar vandamál ber að í lífinu þeirra. That's why we have to go to them. Þess vegna þurfum við að fara til þeirra. And so Jesus went through that Þannig að village. Jesús fór í gegnum þetta þorp. Got rejected at one point, but he came back and he went through a Samaritan Og village. var hafnað í fyrsta skipti en setna þá fer hann í gegnum þorpið. He went to the ones who stood afar off. Og hann fór til þeirra sem stóðu álengdar. And as you read a little bit further in Luke 17, you find that Jesus had a supernatural miracle for these 10 lepers. Og þegar við lesum lengra í sundakaflanum þá komumst við að því að það gerist kraftaverk með þessara holdsveiku sem stóðu álengdar. And how many of you know this story? Og hvað eru mörg ykkur sem þekkja söguna? What happens with those 10 lepers? Hvað gerist fyrir þessar 10 holdsveiku menn? One come back
to give thanks. Það var aðeins einn sem sneri tilbaka til þess að þakka fyrir sig. And what does the Bible say about that one? Og hvað segir Biblían þann? He was a Samaritan. Hann var Samverji. One thankful guy out of 10. Einn þakklátur af 10. Kind of like today. Það svona svipað eins og í dag. Sometimes you do something, 90% unthankful. Og þú gerir eitthvað góðverk og það eru 90% sem eru bara vanþakkláttir. 10% thankful. 10% eru þakkláttir. Who was the thankful one? Hverjir voru henni þakkláttur? The one they called the dog. Það var þessi sem þau kölluðu hund. In the Bible, it's not a mistake that that's there. Og það ekkert mistök að það standi svona í Biblíunni. That the Word of God says that the guy who came back was a Samaritan. En Biblían segir að sá sem sneri við og þakkaði fyrir sig var Samverji. So not only do we have the story of the good Samaritan, En við erum ekki bara með sögunum miskunnsama Samverjan. Jews probably didn't think that was possible. Og þið heldur kannski ekki að það væri mögulegt. But now you've got a Samaritan who has faith to be healed. Nú erum við Samverja sem hafði trú fyrir því að You've læknast. got a thankful Samaritan. Þakklátan Samverja. You know, there's a lot. I think this Samaritan, he showed more thankfulness than maybe a lot of churchy people show. Og þessi Samverji, hann sýndi meira þakklæti heldur margt kirkjufólk gerir. You know, God knows that sometimes there are outsiders who are more spiritual than the spiritual supposed people inside of our churches. Og Guð veit alveg að stundum eru þeir sem eru fyrir utan veggi kirkjurnar eru ofta andlegri heldur en þeir sem sitja innan kirkjurnar. And so we have to go to them. Þannig að við þurfum að fara til þeirra. So Jesus takes this mission of nation transformation one step further. Þannig að Jesús tekur þessa umbyltingu þjóðar einu skrefi lengra. So now, not just passing through Samaria, Nú hann ekki bara að fara í gegnum Samaríu, but much more intentional. en miklu meira ákveðnari. I said we have to go to them. Og hann segir við þurfum að fara til þeirra. Jesus went to them. Jesús fór til þeirra. John 4, verse 3 and 4. Jóhannes 4, 3 And og so 4. he left Judea, departed to Galilee, but he needed to go through Samaria. Hann þurfti að fara í gegnum Samaríu. He needed to go. Hann segir að hann varð að fara Samaríu. This time he's on a mission. Núna hann með ákveðna skipun. This time they're not going to kick him out of the country. Nú sparkar honum ekki úr landinu. And so my point here, number 6 already, we must be intentional about nation transformation. Og punktur númer 6 að við þurfum að vera með fullvissu. We must be intentional. Við þurfum að hafa ákveðin tilgang. We go on purpose. Að við förum með ákveðin tilgang í huga. Nations do not change by accident. Þjóðir umbyltast ekki bara af því bara. God calls us and he sends us to places that he's going to want to make a difference in some people's lives. Guð sendir okkur með tilgang að hann vill ná til fólks sem hann vill umbreyta. So Jesus is not just passing through this time. Þannig að Jesús ekki bara, hann á ekki bara hann leið No, he's completely intentional. Nei, hann með algjörlega einbeittan tilgang. The Word of God says he needed to go through Samaria. Orðið segir, hann þurfti að fara í gegnum í Samaríu. He Eða went fara there. til Samaríu. He went there on purpose. Hann fór þangað með tilgang í huga. There was an assignment from God for him there. Það var ákveðin verkskipun frá Guði fyrir hann til að vera þar. And there was one specific person he was called to reach there. Og það var ein ákveðin manneski sem var kallað til að ná til þarna. Do you know the story? Þekkið þið söguna? He meets a woman at the well. Hann hitti konuna við brunnin. And he's tired from his journey. He sits down by the well. Og hann þreyttur eftir ferðalagi og hann sest til hvíldar við brunnin. The woman at the well says, "Give me a drink." Og hann segir við konuna, gef mér að drekka. Or he asks, "Give me a drink." Ja, hann spyr hann að segja gefðu mér að drekka. And then the woman says, "How is it you, being a Jew, ask for a drink from me, a Samaritan?" Hvernig það að þú sem gyðingur ert að biðja drykk af mér sem Samveri? And she spoke the truth. Og hún talaði alveg sannleika. She said, "Jews have no dealings with Samaritans." Gyðingar eiga engin samskipti við Samverja. Have you ever been in a place like this? Hafið þið verið á svona stað? Where maybe the racial divide is so great, Það sem að kynþáttabilið svo mikið, or the hatred of one group for another is just so great? eða hatur á einum hóp til annars svo magnaður. Have you ever seen anything like this? Hafið þið séð svona? Has anybody here ever been to India? Hefur ykkur hér farið til Indlands? In India, they have what's called the caste system. Á Indlandi þá eru með svona
ákveðið svona stöðukerfi. It's different classes of people. Það eru mismunandi svona ekki endilega ættflokkar, heldur svona mismunandi titlar á fólki. They're separated by their religion, and you're born into it. Og þú ert aðskilin eftir trúarbrögðum og þú fæðist inn í þetta kerfi. And so if you are born in the lowest caste, Og ef þú fæðist inn í lægsta og ómerkasta flokkin, it's like you're a nobody. þá ertu bara álitin einskis nýtur. In fact, they have a caste that's below the lowest Og caste. það með þess svona kjallari undir lægsta flokknum. So in English, we say sometimes the outcast. Og þá séum við á ensku, eða hvað myndi þýðast á íslensku, svona jaðarfólk. And so sometimes they call them the Dalits. Og þeir eru kallaðir Dalits. And in Nepal, when I was there, they called them the rat catchers. Og þegar ég var í Nepal, þá voru þetta rottu veiðararnir. They'd have the worst jobs. Verstu störfin sem þið fengu. If someone sits in a bus that is a Dalit, Ef einhver myndi sita í strætó sem að væri Dalit-ættar, someone from a higher caste won't sit in that seat. og þá myndi einhver sem að væri svona úr æðri hóp, hann myndi ekki sitast í þetta sæti. If a Dalit drinks from a cup, Ef að Dalit myndi fá sér drikk af glasi, the higher caste people will destroy that cup. og hefðarfólki myndi ekki drekka af sama glasi. It's actually somewhat unbelievable. Þetta í raun og veru alveg ótrúlegt. I went into one town in India that was called Narsipatnam. Ég fór í bæ í Indlandi sem heitir Narsipatnam. And I was just interested. I said, what is your town? What is the name of your town? What does it mean? Hvað þýðir nafnið á bænum ykkar? And they said, in our language, it means place of human beings. Það þýðir þetta bara staður mannveru. My first thought was, what a stupid name for a town. Og ég hugsaði bara, hvað heimska nafn á bæ? I said, why do you call your town a place of human beings? Isn't that what every town is, you know? Eða staður mannfólksins, á þetta ekki við allar borgir og bæi? But this was the answer I got. En þetta var svarið sem ég fekk. They said, we do not want some of those monkeys from the jungle to come into our town. Við viljum ekki ykkur af þessum öpum hann út í frumskóum koma inn í bæin okkar. They weren't talking about actual monkeys. Og við erum ekki að tala bara apa. They were talking about people. Þetta var nafnbót á fólki. These Dalits, Þessir Dalítar, these rat catchers. þessir rottuveðarar. But you know what I also got to see? Vistu við hvað ég sá líka? As horrible as religion can be, Eins ömuleg og hræðileg trúarbrögð geta verið. to divide people and to create this horrible caste system. Og sundra fólki og búa til eitthvað svona stöðukerfi. I saw the Church of Jesus Christ break it to pieces. Þá sá ég kirkju Jesú Krist brjóta þetta niður. And I remember I got to speak in a very large church, maybe 2,000 people. Og ég talaði í kirkju þar sem voru 2000 meðlimir. And as the people are coming into church, Og þegar fólki var að koma til kirkju, you see the wealthy people. þú sást ríka fólkið They like their bright colors. og í svona skærum lita fatnaði They like their gold. og gullið þeirra So the ladies will have many gold bracelets, og konurnar necklaces. með mörg gullarbönd. But what I saw in that church touched me so En deeply það sem ég sá í þessari kirkju, það snerti mig svo djúpt. that sometimes sitting right next to the richest person was the poorest person sitting in rags. Og stundum við hliðin á ríkasta fólkinu satt fátækasta manneskjan. Only Jesus does this. Aðeins Jesús gerir þetta. No other group on earth breaks down walls like this. Engin annar hópur í heiminum gerir slíkt. And Annað eins. so here's this hatred between Jews and Og Samaritans. hér horfum við á í Biblíunni þetta hatur milli gyðinga og Samverja. And this lady's just speaking the reality of how they live. Jews have no dealings with Samaritans. Og þannig kona með brunnin, hún bara að segja nákvæmlega svo hlutinir eru. But Gyðingar eiga ekki samskipti við Samverja. But Jesus was not about to let the religious traditions or the social customs get in the way. En Jesús var ekki við það að láta menninguna eyðileggja fyrir sér það sem hann hafði í huga. So he had a commission from heaven that was bigger than the idea that Jews have no dealings with Samaritans. Hann hafði skipun frá himnum sem var stærri heldur en þessi hefð að gyðingar eiga ekki samskipti við Samverja. He was about to have some dealings with a Samaritan. Hann ætlaði aðeins að tala við og eiga samskipti við Samverja. He's about to drink from her cup. Hann að fara að drekka af hennar
bolla eða glasi. something they considered unclean. Eitthvað nokkuð sem að þeir álitu vera óhreint. Here he's talking to a woman. They didn't do that. Og hér hann að tala við konu. Og And þeir she's a gerðu wo- það alls ekki. And she's a woman with a bit of a reputation. That made it even worse. Og kona með svolítið vafasaman orðstíl. This is just something that just wasn't done. Þetta var nokkuð sem hann bara viðhafðist ekki. See, he's breaking down barrier after barrier after barrier. Hann að brjóta niður múr eftir múr eftir múr. You know, sometimes we may have to do some very unorthodox things Stundum to reach a nation. Stundum þurfum við að gera svolítið svona hluti sem ekki þekktir í þjóðinni. I mentioned that we've ministered together in the nation, the island of Papua. Og ég sagði ykkur frá að við vorum að þjóna á eyjunu Papúa. It's one of the biggest islands in the world. Þetta einn stærsta eyja í heimi. Half the island is one nation, Papua New Guinea. Og þetta helmingurinn af þjóðinu og síðan það Papua Nýja Gínea. The other half is part of the nation of Indonesia. Og hinn hlutin hluti af Indonésiu. And so to minister in Papua is going to one of the most unreached places on earth. Að fara til Papúa það eins og fara til frumstæðasta lands sem hefur ekki verið náð til með fagnarinn. There are tribes running around there that don't wear too many clothes. Þarna ættbálkar sem að hlaupa mjög svo fáklæddir. I could show you pictures. Ég geti sýnt ykkur myndir. They're rated PG, if that means anything. Og þetta svona bannað innan 18. And so some of the first missionaries that are going there, Og sumir af fyrstu trúbónu sem fóru þangað. I forget how many languages are on that island. It's in the hundreds. Ég hef búin að gleyma hvað mörg tungumál á eyjunni, yfir 100. And the tribes are all very isolated, one from each other. Og ættbálkarnir mjög einangraðir hver frá öðrum. And so the first missionaries that went there, Þannig að fyrstu trúbónir sem fóru þarna, they had to do some unorthodox things. þeir þurftu að gera mjög svo óvenjulega hluti. And I'll tell you, one of the most awesome ministries I've ever been able to be connected with. Og ein magnaðasta þjónusta sem ég hef tengst. Last February, we did a joint Canadian Fire MAF, Mission Aviation Fellowship mission trip. Síðasti febrúar þá vorum við slagtogi með annari þjónustu. And so MAF, Mission Aviation Fellowship, powerful ministry reaching that nation, reaching that island. Þjónusta eiginlega svona, það eiginlega flugmenn og þjónustan okkar. They've literally, as missionaries, become the airline for that island. Og sem trúbóðar þá þeir eiginlega bara með flugfélag fyrir eyjuna. And there's many tribes in that and villages in that island that would not have any outside human contact if it weren't for those missionaries who flew in. Og það margir ættbálkar sem myndi ekki hafa samskipti við neina aðrar manneskjur utan þeirra ættbálkar nema fyrir þjónustu þessara trúbóða. Our good friend that was my translator when we were there, he was a Bible school student in a Bible school where I teach in Canada. Og sá sem var að túlka fyrir mig, hann var nemandi í biblíuskóla sem ég kenni í Kanada. He was a little boy that needed medical assistance. How old would he have been? Maybe 8 or 9 years old? Hann hefur verið það var svona 8 eða 9 ára gamall drengur. And a missionary pilot flew into his village. Og það var sem sagt trúboðsflugmaður sem flaug inn í þorpið hans. Took him out of the village, took him to a hospital. He got the medical attention he needs. Og fór með hann á sjúkrahús og undir þar læknishendur sem hann þurfti. And now he works for that mission Og organization. nú vinnur þessi drengur fyrir. He's working towards being a þetta pilot trúboðsstarf. with that organization. Og hann að vinna því að verða flugmaður. Such a beautiful story. Falleg saga. And so some of these first missionaries, though, they had to be very creative. Þannig að þeir þurftu að vera mjög uppfinningasamir til að finna aðferðir þessi trúbóðar þegar voru að fara þarna fyrst. Because they'd go into the jungle. Þegar þeir að fara inn í frumskóana. And they'd start looking at where's some flat ground where one day we could cut all these trees down, we can land an airplane. Og þeir að leita bara það svona flötu landsvæði þess að getur kannski hoggið ykkur tré og lent flugvél þar. So they would put some of the local people in the tribes to work. Og þannig að þeir réðu fólk frá ættbálkunum til þess að vinna. And so the people they would be clearing the trees and making some flat ground to make a airplane runway. Og þeir voru sem sagt að grísja skóginn og höggva niður trén til þess að búa til flugbraut. And how many of you know that people are almost the same all over the world? Og þið vitið að fólk alls staðar eins heim. How many of you know that when the boss is not watching, people don't work? Þið vitið að þegar bossin ekki að hafa augun á fólkinu og þá
þá fólk ekkert að vinna. Amen, so said the boss. Og amen, sagði yfirmaðurinn það. And so this man was paying these villagers, these tribal people to create an airline runway. Og hann var semst að borga fólkinu þannig í þorpinu fyrir að grísa skóginn. But when he'd walk away, they would take a 3-hour coffee break. En þegar hann fór á vettvangi, þá var bara 3 tíma kaffipása. So one day he came up with a very creative solution. Og einn daginn þá kom hann upp með snildar hugmynd. What's that? yeah, maybe you could do this. I don't know. Ja, hann getur kannski nýtt sér þetta í vinnuna, hann Callum. He had a glass eye, Hann var með glerauga, this missionary. þessi trúboði. So he told the tribal people, Hann sagði við ættbálkinn, today I'm going to do some work in another village, í dag þá ætla ég að vinna, þar ég að starfa aðeins í öðru þorpi. but I'm going to keep an eye on you, literally. En ég ætla að fylgjast með ykkur. So he took out his glass eye Þannig að hann tók út gleraugað and he set it up in the trees in a branch. og setti það upp í tréð og upp á grein. And then he was just curious. So he went up higher in the jungle and just sort of watched out just to see how are they going to respond. Hann var svolítið forvitin að sjá hvernig þau myndu bregðast við, þannig að hann fór aðeins hærra upp í hæðir og svona aðeins í burtu. They worked hard all day. Og þau unnu hörðum höndum allan daginn. They were quite freaked out by this. Og þetta fríkaði þau eiginlega út. Every time they decide to get lazy, they'd look up and there's that eye. Og í hver skipti sem að letin sótti að þá litu þau svona upp, já, hann augað. See, God will cause us to do, or ask us sometimes to do unorthodox things to reach people. Þannig að stundu þurfum við að gera svona óhefðbundna hluti til þess að ná til fólks. I heard about another missionary in that same part of the world. Ég heyrði af öðrum trúboða þarna í sama heimsluta. That 2 tribes were coming against each other. Að það voru 2 ættbálkar sem voru í stríði við hvorn annan. They were ready to have all-out war, and there was going to be lots of bloodshed. Og þetta lá bara við stríðsátökum og blóðsúthellingum. And he was praying, and he didn't know what to do. Og hann bara var að biðja og vissi ekki hvað hann ætti að taka sér fyrir hendur. And this guy had false teeth. Og þessi náungi hafa með falska tennur. So right as the tribal chiefs met together and they're ready to, chop each other's heads off, Og þegar foringjarnir hérna fyrir sikkot kynþáttinn voru tilbúinu bara að reiða til höggs og taka hausinn af hvor öðrum. you know where this is going? He pulled his teeth out of his mouth and he's like, stop it! Og þá tók hann fölsku tennurnar og lyfti hins upp og öskraði, stoppið þið! And these people were looking at him thinking, who is this man that he can pull his spirit out of his body? Hver þessi maður sem getur tekið andan út úr líkamann sínum? See, we serve a very big, wide, diverse world. Við erum að þjóna í mjög svo undarlegum og skrýtnum heimi. So let me come back to Jesus and the woman at the well. En við skulum koma aftur á sögunni að Jesú og konunni við brunnin. You know the story. Þið þekkið þessa sögu. Go get your husband. Farðu og náðu í eiginmannin. I don't have a husband. Ég á ekki eiginmann. Yeah, you've had 5. Nei, þú hefur átt 5. The guy you're with right now is not even your husband. Og maðurinn sem þú ert með núna, hann ekki einu sinni eiginmaður þinn. Has any of you seen The Chosen? Do you have it here in Iceland? Hafið þið séð myndaseríuna Chosen? This scene is the most powerful. I love it so much. Þessi sena í þeim sjónvarpsþáttum ein svo öflugasta. Because I know they add a little bit, but it isn't just this harsh correction. Ég veit að það svona smá skáldleifi að hvernig þið setja þættina fram. I think they put a part in there that says, the first man that you were married to was abusive. Og fyrsti maðurinn sem hún bjóst með, hann var ofbeldisfullur. And the second man that you were with is the only one you've ever loved. Og seinni maðurinn, hann svo eini sem þú nokkuð tíma elskar. Why couldn't God give details like this? Akkur geti Guð ekki gefið svona nákvæmar And vísbendingar. she starts crying, Hún byrjar að gráta, so powerfully touched, svo djúpt snortin. that in the end of the story, she goes running back into the city. Og í loksöguna þá hleypur hún tilbaka inn í borgina. Come and see a man who told me everything I ever did. Komið og sjáðu mannin sem sagði mig frá öllu sem ég hef aðhafst. I think he's the Messiah. Ég held að þetta sé Messias. Could this be the Christ? Getur þetta verið Kristur? Amen. Amen. She came to that well with a water pot. Hún kom þarna að brunninu með vasker. She left her water pot behind. En hún skildi vaskerið eftir. Because she left not just with a water pot, but she left with the whole well. Þegar hún kom ekki bara með vaskerið, heldur fór hún í burtu með
heilan brunn innra með sér. This is what Jesus promised to her. Þetta það sem að Jesús lofaði henni. He said, if you knew who I am, Ef þú vissir hver ég væri, you could ask of me. þá getur þú beðið mig. I'll give you living water, Ég skal gefa þér a lifandi vatn. fountain of life springing up on the inside. Lífsuppsprettu innra með þér. And she left with that. Og hún fór með það. I love one set of verses so much in this story. Ég elska eitt vers alveg sérstaklega í þessari sögu. John 4, verse 25. Í Jóhannes 4:25. The woman said, I know the Messiah is coming who's called the Christ. When he comes, he'll tell us all things. Konan segir við hann, ég veit að Messias kemur, það Kristur, þegar hann kemur mun hann kunngjöra oss allt. And Jesus says, Og Jesús segir, I who speak to you am he. ég hann sem við þið tala. I'm him. Ég hann. I find that so powerful. Þetta finnst mér svo kröftugt. Because let me just ask you this. What is her name? Hvað heitir hún? Má ég spyrja ykkur? We don't even know her name Við vitum ekki einu svona hvað hún heitir. because the Bible doesn't tell us. Þegar Biblían segir okkur það. But supposedly important people who we do know their names, En sumt af þekktu fólki sem að við vitum hvað heitir, like Pontius Pilate eins og Pontius Pilatus or King Herod, eða Herodes konungur, they wanted to know who Jesus was. þeir vildu vita hver Jesús var. And here he is in the middle of nowhere Hérna hann einhvers staðar lengst út í ekkjertunu with a Samaritan woman með samverskri konu, from the race that they hated, ættflokkur sem þeir höfðuðu, lady with a reputation, kona með vafasama fortíð and he reveals, I am the Messiah to her. og hann opinberar ég Messias. What does that tell me? Gerur það fyrir hana. That tells me that the most random person that you can find in Iceland Það þýðir að ólíklegasta manneskja bara tilvinnulega kent jafnvel hér á Íslandi that Jesus can reveal himself to those people. að Jesús getur opinberað sig fyrir þeirri mannesku. Amen? Amen. And so she's the key to the city. Þannig að hún lykillinn að borginni And she knew a lot of men. og hún þekkti marga menn. And her testimony opened up a lot of hearts in the city, and the men came out to see Jesus. Og vitnisburður hennar opnaði hjörtu margra sem komu til að sjá Jesú. And then Jesus said, he said, lift up your eyes and look on the fields. They're white for Og harvest. síðan sagði Jesús, lítið upp, horfið yfir akrana, þeir eru hvítir og tilbúinu til uppskjöru. And then he says, Og síðan segir hann, I sent you to reap for what you haven't labored. ég sendi ykkur að uppskera það sem það hafi ekki sáð fyrir. Others have labored and you entered into their labors. Sem sagt, aðrir hafa erfiðað en þér eru gengnir inn í erfiði þeirra. So here's my last point. Og hér síðasti punkturinn. We build on the labors of those who've gone before us. Við erum að byggja á erfiði þeirra sem hafa farið á undan okkur. The secret to powerful evangelism is to go where Jesus is going. Leyndardómurinn fyrir trúboð að fara þar sem að Jesús að fara. And Jesus' whole life on earth, his ministry was leading towards reaching the Samaritans. Allt hans líf, það leiddi til þess að ná til samverjana. Because when you go from the Gospels into the book of Acts, Þegar þú ferð úr Guðspjöllunum inn í postulasöguna, Philip the evangelist had great results because he went where Jesus was going. og Fílipus, hann uppskar mikinn árangur af því að hann fór alveg svo Jesús hafði verið að fara. I already mentioned Acts chapter 1, verse 8. Ég var búinn að nefna postulasöguna 1:8. Jesus says, Jerusalem, Judea, Samaria, the ends of the earth. Jerusalem, Júdea, Samaria og til endimarka jarðar. And he specifically mentions Samaria. Og hann sérstaklega nefnir Samaríu. And the same people that wouldn't receive him at the start of the story, Og sama fólki sem hann tók ekki við honum í upphafi sögunar, now there's so much in his heart that he did not want to leave Samaria off that list. þannig að nú eru þau svo tengt hjartans að þannig að hann vildi ekki einu sinni, hann vildi örugglega nefna Samaríu á þessum lista. And I love Philip because he takes on the challenge. Og ég elska Fílipus þegar hann tekur áskoruninni. So Acts chapter 8, verse 4 to 8. Þannig að postulasagan 8, It says, those who were scattered went everywhere preaching the word. Philip went down to the city of Samaria and preached Christ to them. 8, chapter 4 and 5 I read. það segir, þeir sem dreifst höfðu fóru víðsvegar og fluttu fagnaðarendi. Fílipus fór norður til höfuðborgar Samaríu og prédikaði Krist þar.
And it says the multitudes with one accord heeded the things spoken by Philip, hearing and seeing the miracles which he did. Og menn hlýddu með athygli á orð Filippusar þegar þeir heyrðu hann tala og sáu táknin sem hann gjörði. In verse 7, unclean spirits crying with a loud voice came out of many who were possessed. Many who were paralyzed and lame were healed. There was great joy in the city. Margir höfðu óhreina anda og fóru þeir út af þeim með ópi miklu og margir lamamenn og haltir voru læknaðir. But it didn't just happen. En þetta gerðist ekki bara óvart. Did you see the progression that took place? Sáu þið uppbygginguna sem átti sér stað. I took you on a bit of a Bible journey tonight, didn't I? Ég fór með ykkur í smá biblíutúr í kvöld. From a place where they hated each other. Frá stað þess að þeir hötuðu hvort annan. Those guys are dogs. Þessir menn eru bara hundar. To the place where the door was closed to go into Samaria. Og það var lokaðar dyr til þess að fara inn í Samaríu. To a shift in thinking that a Samaritan could actually be a good Samaritan. Það sem var umbreytt hugafar að það geti verið góð hugmynd að fara til Samaríu. And then you got a thankful Samaritan leper who comes back as Jesus is passing through his city. Þakkláta samvera sem að snýr tilbaka. To a Samaritan woman at the well that Jesus strategically selected to give the gospel to. Til samverska konu sem að Jesus útvaldi til þess að ná til samverja. Do you see how it's building? Þið sjáu hvernig uppbyggingin That by the time Philip takes the baton, og þangað til Filippus tekur keflið. the preaching is so well received that the whole city receives Jesus. Predikunni svo vel tekið að öll borgin tekur á móti Jesú. So, is God into nation transformation? Guð í bransanum að umbylta þjóðum? Absolutely. Algjörlega. Do you have a part to play in this? Átt þú hlutdeild í þessu? Absolutely. Algjörlega. So what do? We pray. Hvað gerum við? Við biðjum, Change the way we think. við umbreytum hugafarinu. Don't let a temporary door stop us. Látum Closed door stop us. Látum ekki tímabundnar lokaða dyr stoppa okkur af. We start right where we're at. Við byrjum þar sem við erum. We have to go to them. Við þurfum að fara til þeirra. We have to be intentional about it. Við þurfum að hafa markvissan tilgang. And we build on the labor of those who went before Og við us. byggjum á erfiði annara sem hafa farið á undan okkur. You know, we planted a church in the toughest part of our city. Við plantuðum kirkju í erfiðasta hluta borgarinnar okkar. Many North American Indian people joined our church initially when we first started it. Margir Norður-Ameríku indjánar, þeir tóku þátt í kirkjun okkar. But that didn't happen by accident. En það gerðist ekki bara slysni. We had a man of God in our city that devoted his life to reaching that race of people. Það var maður í kirkjun okkar sem hafði helgað líf sitt að ná til þessar ættbálks. Unfortunately, he had cancer and he passed away. En ófyrirsjáanlega þá fekk hann krabbamein og lést. I was the president of the Pastors Association in our city for about 5 years. Ég var formaður prestafélagsins. And one time we decided to do a little bus tour of the worst part of our city. Og eitt sinna þá fórum við svona í rútuferði vestur hluta borgarinnar. So we had about 50 or 60 pastors get on a big bus. Það var svona 50-60 pastorar sem fóru í rútu. And we drove past all of the different ministries that were reaching out in this worst part of our city. Og við heimsóttum allar mismunandi þjónustu sem voru að ná til þessa hluta borgarinnar. We would go to the Salvation Army where they do such a good work. Við fórum til hjálpræðisins sem að gera svo frábært starf. We went to the soup kitchen where they would feed people. Og við fórum heimsóttum súpueldhúsið sem að gefa fólki að borða. And then we pulled up alongside our big building that I showed you a picture of. Síðan fórum við að byggingunni sem ég hef sýnt ykkur mynd af. It'd be like a big a food store, like a Bonus or a Cronin or something. Þetta var svona stór matvöruverslun eins og Bónus. That's my church. Það kirkjan okkar. But we didn't go, oh, we're the best. Og við fórum ekki og vorum að hreykja okkur eitthvað. Við erum best. As I had that bus full of pastors there, we stopped in front of my church. Og þegar við stoppuðum rútuna sem var með öllum þessum pastorum fyrir fram að kirkjun okkar. And I was not going to boast. Ég ætlaði ekki að hreykja mér. I was going to give credit where credit is due. Ég vildi hylla það sem að hylli átti sér sannan stað. We build on the labors of those who go before us. Við byggjum á erfiði annara sem hafa farið á undan okkur. And I remember saying, you see this big building? Og
Og ég man eftir ég sagði, sjáu þessa stóru byggingu, we would not be here við værum ekki hér. if it were not for the many seeds that were sown Ef það væri ekki fyrir mörgu sáðkotin sem að sáð hafa verið. by Pastor Ken Rutherford, who went to be with Jesus. Fyrir pastor Ken Rutherford sem að farin heim til Jésu. When I said that, Þegar ég sagði þetta, I've got pastors of several denominations on this bus. og þarna eru pastorar frá mismunandi kirkjudeildum, All of us felt a wind of the Holy Spirit go through that bus. við fundum allir fyrir það var eins og gustur heilags anda fórum rútuna. Nation transformation is never something we can do alone. Að umbreyta heilli þjóð eitthvað sem við getum ekki gert í eigin vilja. And so, we build on the work of those who went before Þannig að us. við byggjum alltaf á erfiði þeirra sem hafa farið á undan okkur. Amen. Amen. Did you receive some truth tonight? Meðtókuðu smá sannleika hér í kvöld. Can I pray for you? Má ég biðja fyrir ykkur? Thank you, Father. Takk, Faðir. Ali, could you come down here? Viltu koma hingað? I'd like my wife and I to pray for the both of you. Ég vil að ég og kona mín biðji fyrir ykkur hjónum. Thank you, Jesus. Takk, Jesús. Thank you, Jesus. Takk, Jesús. Thank you, Father, for this amazing couple. Takk fyrir þessi yndislegu hjón. Here, come on the other side here. Thank you for Ali and Siba Takk fyrir alla og Sibbu. and the strategic place that you have for them. Og þá nákvæmu verkskipun sem að þú hefur fyrir þau. A strategic place in this nation. Að nákvæma skipun fyrir þessa þjóð. Thank you, Father, Takk, Faðir. that this place is a place of intersection. Að þessi kirkja fyrirbæna kirkja. And I thank you, Father God, for the great relationships that they have with so many leaders. Takk fyrir samskiptin, góðu samskiptin sem þau eiga við svo marga leiðtoga. Thank you, Father. Takk, Faðir. The past is gone. Fortíðin farin. Your yesterdays are in yesterday. Gjárdagurinn bara í gjárdaginn. And yes, there's been some history, Já, það eru sögulegi viðburður að baki. but today is a new day. En í dag nýr dagur. God is doing new things. Og Guð að gera nýja hluti. And just like you are both passionate about character, Alveg svo þið bæði tvö eru umhugað karakter. God is building this next wave on solid character. Að þá Guð að byggja næstu öldu á grundvölluðum karakter. That godly stand that you take, Þessi guðlega staða sem þið takið ykkur, it's like the bedrock that they would build a skyscraper upon. það eins og kjölföstur grunnur sem þau byggja stór hísa á. So, Father, I thank you for this place. Faðir, ég þakka þér fyrir þennan stað. You know, Siba, you said this before. Sibba, þú sagðir, tók svona til You máls said, áður.